nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Guð kærleikans, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpa okkur að öðlast trú og von á þig og treysta á nálægð þína og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Ég hef augu mín til fjallanna. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Drottin er vörður þinn, Drottin skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Höfði drúpir lítil ró.
Ég les fyrir okkur úr bréfi Páls til Kórintumanna, óðinn til kærleikans. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Rísið á fætur og heyrið heilagt Guðspjall sem ritað í Drottins nafni og hljóðar svo. Hjarta ykkar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Þegar ég farin burt og hef búið ykkur stað, kem ég aftur og tek ykkur til mín, svo að þið séuð einnig þar sem ég Veginn þangað sem ég fer, þekkiði. Tómas segir þá við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð.
hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þið hafið þekkt mig, munuð þið og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þið hann og hafið séð hann. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Gjörið svo vel að setjast. Náð sé með okkur og friður. Við erum hér saman komin í Borgarneskirkju í dag til þess að kveðja og til þess að þakka fyrir líf og samfylgd Magnúsar Guðbrandssonar, manga á Álftá. En hann lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi þann 15. desember síðastliðinn. Magnús, eða Mangi eins og hann var alltaf kallaður, fæddist hann 27. mars árið 1938 að Tröð í Kolbeinsstaðahreppi. Foreldrar hans voru þau Bjargey Guðmundsdóttir og Guðbrandur Magnússon. Mangi var svo 8. í röðinni af 12 systkinum, stórum og samheldnum systkinahópi sem áttu frjálsa og góða æsku. Þau hjálpuðu til við þau bústör sem þurfti að sinna og gengu þess á milli í farskóla í sveitinni. Mangi bjó í Tröð framundir tvítugt, en árið 1958 flutti fjölskyldan að Álftá. Hann var reyndar nokkrar vertíðir í Ólafsvík og heillaði þar víst allar stúlkurnar. En 1960 hitti hann tilvonandi eiginkonu sína, Láru Jónsdóttur úr Borgarnesi. Lára var þá að vinna í kaupfélaginu og eins og Mangi sagði alltaf: ef það fæst ekki í kaupfélaginu, þá þarftu það ekki. Þau Mangi og Lára giftu sig árið 1964 og fetuðu saman lífsins veg þar til hún lést árið 2017. Blessuð sé minning hennar. Þau Mangi og Lára hófu sinn búskap í félagsbúi við foreldra hans, þau Guðbrand og Bjargeyju.
Þau héldu bæði kindur og kýr, en þegar Guðbrandur lést keypti Mangi jörðina og bjó þar áfram með sína fjölskyldu. Með tímanum byggði hann nýtt fjós, fargaði kindunum og einbeitti sér að kúm og hrossum. Mangi var alla tíð mikill hestamaður, var lunkinn tamningamaður. Átti góða hesta og vann til verðlauna á að minnstakosti 2 stórmótum. Þó bústörfin tækju sinn tíma, þá sinnti Mangi einnig ýmsum ábyrgðarstörfum í sveitinni. Hann sat í hreppsnefnd Hraunhrepps árabil og var einnig garnaveikis bólusetningamaður og hundahreinsunamaður á svæðinu. Leiklistin gegndi líka mikilvægu hlutverki í lífi hans og lék hann mörg og eftirminnileg hlutverk, svo sem Skugga-Svein og séra Sigvalda í Manni og konu. Sátu þó börnin hans gjarnan á fremsta bekk og þuldu upp línurnar með pabba sínum á sviðinu. Saman eignuðust þau Mangi og Lára 7 börn. Þau eru Bjargey, Guðbrandur, Sigurbjörn Guðlaugur, Jón, Jófríður, Sigríður Herdís og Hákon Magnús. Á heimilinu var alltaf gestkvæmt, gjarnan setið við eldhúsborðið yfir góðgæti sem Lára hafði bakað. Það var nóg að gera á stóru heimili og þau hjónin sinntu þeim verkum sem þurfti að sinna í sameiningu. Verkaskiptingin alveg á hreinu og samstarfið gott. Hann sinnti útiverkunum, kenndi sínu fólki að vinna. Barnabörnin voru seinna í sveit hjá honum og lærðu réttu handtökin. Hann kenndi fólkinu sínu með orðum og gjörðum að með seiglu og dugnaði gerast hlutirnir. Það er hluti af því að vera bóndi og hafa það að ævistarfi. Það er ekkert í boði að gefast upp. Lára sinnti heimili og börnunum, sá að baka og elda ofan í hópinn. Mangi vildi helst lambakjöt eða vel feitt saltað hrossakjöt á diskinn sinn, bjúgu með hvítri sósu og kartöflum. Ekki nautakjöt og alls ekki fuglakjöt. Ef Lára var að elda slátur, sem honum þótti lítið til koma, þá fór Mangi að heimsækja bróður sinn á næsta bæ. Ef það var líka verið að elda slátur þar, sem gerðist stundum, þá átti Mangi ekki annar að kosta völin að fara að heimsækja hinn bróður sinn og ef það var líka verið að elda slátur þar, þá þurfti hann að fara aftur heim og borða það sem var á borðum hjá henni Láru sinni. Mangi var bóndi alveg þar til yfir lauk. Þó hann flytti í Borgarnes árið 2023, þá hætti hann aldrei að vera fjárbóndi í hug og hjarta. Það lýsir því ef til vill best að þegar sjúkrabíllinn kom að sækja hann heim nú fyrir stuttu, þá var hans fyrsta spurning til sjúkraflutningamannsins: Unni minn, ertu alveg fjárlaus? Já, hann var fjárbóndi í húð og hár. Hann mætti á hverja hrútasýningu sem hann komst á og í alla réttir sem völ var á. Í fyrra fór hann í 10 eða 12 réttir. Síðasta hrútasýningin sem hann fór á var í október síðastliðinn. Þar hikaði hann ekki við að fara inn í Krónuna og fólk hafði á orði hvað hann var hress, orðinn 87 ára gamall. Þennan sama dag átti tengdadóttir hans afmæli, en hún vissi sem var að það þýddi ekkert að bjóða honum í afmæliskaffi. Hrútasýningin fengi alltaf að ganga fyrir. En þið skuluð ekki misskilja mig, Mangi naut þess að umgangast fólkið sitt. Og fjölskyldan er samheldin. Við getum lært mikið af fjölskyldun ykkar, elskurnar. Þið hlægið mikið og grátið, eruð óhrædd við að sýna tilfinningar ykkar. Sýnið kærleika ykkar í þéttum faðmlögum og greinilegum stuðningi. Þið eru mikið lánsum að eiga hvert annað að. Það er gjöf sem þið skuluð halda áfram að hlúa að og sinna. Hópurinn þeirra Manga og Láru heldur áfram að stækka, barnabörnin 13 og langafabörnin orðin 8. Mangi var alla tíð mjög stoltur af sínum hóp, eins og eitt afabarnið orðaði svo fallega: Afi var kannski ekkert alltaf að segja okkur að hann elskaði okkur, en hann sýndi það með gjörðum sínum. Nei, Mangi tjáði ekki ást sína með stórum yfirlýsingum, heldur birtist kærleikur hans gjarnan í verki og í stríðni. Þegar ég spurði börnin hans helstu persónueinkenni Manga, var fyrsta svarið, og án þess að hika, hann var stríðinn. Þegar ég aðeins seinna í okkar samtali spurði áhugamál Manga, var svarið að stríða konunni sinni og krökkunum. Mangi var mjög stríðinn, vægast sagt.
Og það hefur greinilega erfst áfram til afkomendans, því eins og dóttir hans orðaði svo fallega, við stríðum bara þeim sem okkur þykir væntum og elskum. Ef maður fer að stríða fólkinu í kringum sig, þá það komið í innsta hring. Það margt sem hægt að læra af því hvernig Mangi var fólkinu sínu. Til dæmis hvernig hann kom fram við börn. Hann talaði alltaf við börn og unglinga eins og hann talaði við fullorðið fólk. Hann sýndi þeim virðingu og leyfði þeim að finna að þau skiptu raunverulega máli. Hann kom fram við alla jafnt. Hann hafði gaman að því þegar börnin hans fóru að koma með barnabörnin í heimsókn, lyfti þeim gjarnan upp á lærið og kenndi þeim mikilvæga leikni. Hann sat þá við eldhúsborðið með skeiðina í glasinu, teygði sig í Sæmund í sparifötunum og kenndi þeim að nota skeiðina til að taka kremið af. Það tók tíma og vandvirkni að ná öllu kreminu af. Svo var keksið sett aftur í skálina og afi satt glottandi á móti foreldrunum sem vissu vel að það þýddi ekkert að amast við þessari kennslustund hjá afa. Í sveitinni hjá afa Manga á Álftá mátti nefnilega allt, næstum allt, nema kannski að leika sér í heyrúllunum eða vera óþekk þegar amma sá til. Það mátti alls ekki gera ömmu reiða. Mangi las alla tíð mikið og var einn af þeim sem mundi allt sem hann las. Hann las mikið af íslenskum fróðleik og þekkti landið okkar eins og lóan á sér, örnefni fyrir örnefni. Ef hann kom á nýja staði gat hann þulið upp fróðleik þeim tengdum, þó hann hefði aldrei komið þar áður. Mangi hafði gaman af því að ferðast innanlands. Engin ástæða til að fara út í lönd þegar svona margt var að sjá og skoða á fallega landinu okkar Íslandi. Hann var hins vegar ekki hrifinn af trjám. Vildi hafa landslagið opið og víðfemt. Eldhúsglugginn heima í Fálkakletti sneri að Borgarfjarðarbrúnni og Manga fannst alveg ómögulegt á vorin þegar trén fóru að laufgast. Þá sá hann ekki neitt. Þótt honum mikill kostur þegar fóru að hausta, þá fór aftur að lagast útsýnið. Einu sinni var farið með hann inn að Fitjum í Skorradal og hafði okkar maður á orði að hann hafi ekki náð andanum fyrir hann var komið niður í Flókadal. Þá voru loksins engin tré sem byrðu honum sín. Hann sagði gjarnan að við gætum verið mikið þakklátt forfeðrum okkar fyrir að hafa eytt öllum skógum á Íslandi. En sérstaklega þótt honum auðvitað gaman að segja þetta í viðurvist fólks sem hann vissi að tæki þessu illa. Ef fólk fór að andmælunum, þá hlakkaði í Manga. Og þessi stríðni hefur erfst áfram til afkomendans, eins og ég sagði áðan, því börnin hans voru að ræða að réttast væri að skrifa í dánatilkynninguna að blóm og kransar væru afþakkaðir, en þeim sem vildu minnast Manga væri bent á Skógræktarfélag Íslands. Það hefði verið grín að hans skapi, allir sem þekkja til hefðu skilið og Mangi hefði hlegið manna hæst að þessari stríðni. Já, það mikilvægt að geta brosað gegnum tárin og sem betur fer eru margar góðar minningar að ylja sér við. Nú Mangi á Álftá lagður af stað í sína hinstu ferð, til móts við Láru og þau sem á undan hafa gengið. Til móts við eilíft líf sem einkennist af kærleika, friði, víðfeimu landslagi og eilífu ljósi. Þau sem eftir sitja sakna sárt, en minningarnar eru margar og þær eru góðar. Minningar glettinn og góðan mann, ástríkan föður, tengdaföður afa og langafa, sem kenndi fólkinu sínu mikilvægi þess að mæta áskorunum lífsins með seiglu, vinnusemi og húmor. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæran vin í arma miskunnar Guðs. Guð geymi þig og gæti í friði sínum, Magnús Guðbrandsson, Mangi á Álftá. Amen.
Við sendum kærleiks og samúðar kveðjur til þeirra sem ekki gátu verið með okkur hér í dag, sem fylgjast með okkur í streymi og eru með okkur í hug og hjarta. Við skulum spenna greipar ef vill, við skulum draga andann djúpt og við skulum biðja. Við þökkum þér kærleikans Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Magnús Guðbrandsson. Við þökkum allt það góða sem hann gaf okkur með lífi sínu. Já, helga og blessa allar góðar minningar ástvina hans, styrk þau og veit þeim leiðsögn á komandi tímum. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar, kærleika og þakklæti felum við í bæninni sem Kristur kendi þegar við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin,
Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir stundina, kæru vinir, og farið í Guðs friði.